Krakkan ferðinafræðingur hér á nýja ári 2015. Mér langar að segja ykkur frá að þeir frá Pantone velja alltaf lit ársins sem að þessi litur fer í alla hönnun árinu. Þetta er í húsgögnin, fötin, tískuna, förðunin, litirnir, allt. Og litur ársins heitir Marsala núna. Og það er svona burgundy brúnrauður litur. Alveg, ég elska þessa tóna, þannig ég er mjög ánægð með þennan lit núna. Og ég blandaði smá naglalakki hérna fyrir mig í þessum tónum. Þetta er svona brúnrauður tónn. Og þið sjáu að förðunin mín er í þessum tónum. Þannig að ég ætlaði bara að nota þennan lit núna. Þetta er meira svo í stíl við hárið á mér. Þannig ég er alveg bara svona Marsala í dag. En allavega í þessu vídeo þá ákvað ég að fara í nokkuð tricks í leiðinni. Ég tek límbandstriksið þar sem að þú setur límband hérna og gerir augnskyggjuna mjög þægilega með því. Stækka varirnar, þetta trend er búið að vera eitthvað svakalegt núna út af henni Kardashian systur hérna. Þetta matta brúnrauðu varir, þannig ég bara gerði það núna til að sýna ykkur þannig. Og ég fyrir líka augabrúnirnar mínar, hvernig ég móta þær og skerpi og gera þær fínar. Ég fengi rosalega mikið spurningum hvernig ég geri augabrúnirnar mínar, þannig þið sjáu það í þessu vídeói. Endilega fylgjast með. Ég byrja alltaf á því að greiða augabrúnina upp af því ég ætla að móta línu undir augabrúninni sjálfri. Þannig að línan undir sé svolítið svona skörp og bein. Þá getur maður þykkt hana í rauninni leiðina ef maður vill. En við viljum gera hana svona svolítið beina. Og það er bara að móta undir, lína undir. Og síðan móta ég bara ofan á augabrúninni. Bara á móti. Ekkert fara inn í strax. Bara byrjar undir. Og síðan ferðu ofan á til þess að móta útlínuna sem að þú vilt hafa á augabrúninni í rauninni. Þú getur í rauninni haft alla eins augabrúnina þú vilt. Þannig að það er bara línan undir og línan yfir. Og svo fyllir maður bara inn í. Og aðalmáli er ofta að hafa dekkri í endan og ljósara inn í áttina að nefinu. Og ég vill oft hafa augabrúnina mína svona smá dekka. Þannig að fólk náttúrulega bara ræður hvort það vill hafa dökkt, ljóst eitthvað. En maður eiginlega bara gera augabrúnina svolítið að sínum, bara svona gera hana sem maður vill. Og það er eitt tricks sem ég ætla að segja ykkur. Því nær sem augabrúnirnar eru hvor annarri, því mjórra virðist nefið. Það er bara svona trikk. Ekki láta augabrúnirnar langt frá hvor annarri, hafa það frekar nær, af því þá virkar nefið mjórra. Ok, næsta tricks. Sko, eftir að þú ert búin að vera að setja blýant, augnskugga, túss, eitthvað í augabrúnina, þá fer stundum eitthvað úrskeiðis, fer eitthvað út af. Þá er ógeðslega gott að vera með hyljara, make eða eins og ég nota alltaf augnskugga grunninn frá No Name og þá bara ferðu meðfram augabrúninni og þú í rauninni bara hreinsar allt sem á ekki vera þarna, þannig að augabrúnin verður fullkomnari. Þetta er ótrúlega þægilegt til þess að laga allt og það verður allt, ég gerði þetta með varlit, ég gerði þetta með eyelinerinn og ég gerði þetta með augabrúnina. Þannig að bara endilega notfæri ykkur grunn, hyljara, hvað sem þið eru með. Og passið bara að blanda þetta vel út í makeið eftir á með ykkar farða. Ok, nú ætla ég að fara að nota límbandið sem að þið hafi örugglega heyrt áður. En þegar maður nota límbandið þá er að passa að fara undir neðri augnhárin alveg og láta að fara meðfram út í áttina augabrúninni aðeins lengra. Og passið ykkur líka að sé á sama stað báðu megin. Þetta tekur stundum tíma en þetta hefst, þegar ég lofa ykkur því, þetta tekst á endanum. En ég ætla að byrja að nota bara svona neutral lit. Bara svona blöndunarlit undir litina sem ég ætla að koma með á eftir. Þetta er bara svona ljósari litur en ég ætla að nota. Ég ætla að fara í þessa Marsala liti, ég er að fara að nota brúnu, fjólu, rauðu litina. Eins og þennan hérna, þetta er svona eiginlega Marsala litur, hann er svona fjólu brún. Bara sjáu hvernig ég geri. Og ég ætla að fara eins og ég myndi fara eftir með eyeliner. Ég ætla að draga þetta svolítið út. Ég ætla að gera hálfgert augnskugga eyeliner með augnskuggunum. Þetta er svo þægilegt með límbandinu því það kemur allt fullkom út með því. Og síðan er ég með svona blöndunarbusta sem ég blanda alltaf inn á milli. Þannig er ég með svona aðeins stærri blöndunarbusta eldur enn sem ég nota áðan og ég ætla bara að blanda augnskugganum aðeins inn að glóbuslínunni og eftir línunni. Og mér finnst það rosalega gott að vera með svona stóran blöndunarbusta og blanda líka upp á milli augabrúnar og glóbuslín. Síðan tek ég dökkbrúnan augnskugga, hann er bara dökkbrún, No Name augnskuggi sem ég ætla að blanda ofan í það sem ég gerði áðan. Og svo er ég með, þetta er bara mattur svartur augnskuggi sem ég tek svona lítinn pensil, þetta er frá No Name og ég dreifi eiginlega svona meðfram líminu bara. Þetta er svona eins og ég myndi setja eyeliner á þennan stað. Þið setja þetta bara meðfram límbandinu og eins og sjá þá er þetta mjög þægilegt, það fyrir ekkert út fyrir, þetta mun allt koma vel út
og bara setja þetta meðfram og blanda og bara dansiði með, þetta ógeðslega gaman og einfalt. Og alltaf að muna að blanda vel oní með stórum blöndunarbursta. Og síðan ætlum við að taka bara svona ljósan, bara ljós augnskuggi sem við ætlum að setja í hornið á augnlokinu. Eins og sjáu þá drögum við það eins fram. Við viljum alltaf birta nálægt nefinu og dekkja út eftir. Þannig að við ætlum bara að setja þetta í krókinn og augunum. Og svo ætlum við að taka límbandið, oh my god, sjáu þetta. Þetta var bara fullkomin lína, þetta var allt bara gett fínt. Og undir augunum ætlum ég að setja bara sömu dökku liti og ég notaði áðan. Bara sami marsala-liturinn, brúni og svarti. Þetta fyrir allt undir augun og blanda bara vel saman, bara undir augnhárunum, mitt svart. Blandi svo allir vel undir augnhárunum. Ég ákvað að bæta smá eyeliner við, en það þarf ekki í þessu lúkja því að dökki liturinn sem við settum áðan, hann alveg nóg. Ég þurfti bara að gera þetta aðeins meira extreme. Ok, svo ætla ég að nota farðan frá No Name, stiftfarðan, og þetta Porcelain, ljósasti liturinn. Mér finnst það rosalega gott að setja hann undir augun í þríhyrning og blanda út eftir eyelinerunum eins og þið sjáið og þá skerpur miklu betur og gerir þetta miklu flottara. Mér finnst gaman að nota svona skeggingu en þú veist, þið þurfið þess ekki, þið getur bara að nota eitthvað make, það alltaf lægi, en mér finnst gott að nota ljósasta litin undir augunum í þríhyrning. Svo tek ég lit sem heitir Fawn frá No Name, þessi stiftfarði, og ég set hann undir kinnbeinin, undir kjálkan, undir varirnar, fyrir ofan augabrúnirnar sikkur megin á enninu og með frá nefinu. Því ég ætla bara, þetta bara það sem ég vil skyggja inn, draga inn. Og svo nota ég kabuki bursta frá No Name til að blanda þessu öllu vel saman. Passa að blanda þessu vel saman. Síðan ætla ég að nota 3 lita hiljarann frá No Name undir augun. Ég blanda saman dekkri og næst ljósasta litnum í svona stóran bursta og blanda aðeins undir augun þar sem ég setti hinn litin á það. Svo setjum ég bara maskara, bara uppi og niðri, og þessi heitir Lush frá No Name. Setja vel á honum, en svo ætla ég að setja bara gerviaugnar frá Tanya Burr og ég ætla að setja á augnar sem heita Girls Night Out. Þau eru svona svolítið skemmtileg, þetta svona svolítið partylúk, þannig að við viljum hafa þetta svolítið svona meira. Þannig er komin augnar og gaman. Svo ætla ég að setja svartan blýant inn í augun, af því við viljum hafa þetta svolítið dramatískt. Eins og sjáu að setja þetta inn í augun bæði niðri og uppi. Það er gott að gera það. Svo ætla ég að móta varirnar svolítið, ég ætla að gera það svolítið þykkar, svolítið rosalegar. Ég með blýant sem heitir Mauve frá No Name sem ég ætla að byrja á að móta varirnar, en ég ætla að hækka svolítið varirnar efst í miðjunni. Það sem að þetta Cupid's bow Ég ætla bara að móta hærra þar en Passið ykkur þegar að þykkja varirnar, ekki þykkja þær út á við á hliðunum, passið frekar að þykkja þær svona í miðjun uppi og miðjunni niðri, þá verður þetta miklu náttúrulegra. Þannig ég byrja að nota Mauve varablýantinn sem svona í þessum marsala lit, hann svona brúnrauður, ég veit ekki hvort þið sjáu í vídeónu, hann í þessum tón og bara gera hærra uppi og niðri. Og síðan fylli ég alltaf inn í varirnar vel og hann svolítið svona mattur, þannig að hann verður svolítið svona náttúrulegur. Og bara gera þetta svona smátt og gott setjum að nota hiljara eða make til þess að móta meðfram, til þess að hreinsa og hafa þetta fallegt eins og ég gerði með augabrúnunum áðan. Eins og sjáu þá þetta bara svona smá dútt, maður þarf svona svolítið að finna dútt og gera þetta varlega og það oft gott að fara frá munnvikinu upp í áttina vörunum og niður í áttina neðri vörunum. Ok, þetta annar blýantur sem heitir Natural, af því hann svona aðeins ljósari, ég vildi ekki hafa hann svona rosalega bleikan þannig ég gerði hann svona mattari með þessum blýant. Eins og sjáu, þetta alveg svakalegt. Þá ég tilbúin, fyrsta ferðin mín 2015, yey! Ok, það allavega, mér finnst litur ásins vera allavega mjög flottur, ég fíla hann lit, þannig að ég áttur að nota hann mikið. Þið náttúrulega hvað þið notið, maður getur notað mismunandi tóna versus og svona.
og bara gaman að ég geti notað eitthvað af þessum trixum sem ég að gera. Þetta náttúrulega fræga límbandstrixi sem margir kunna. Bara pröfið ykkur áfram að gera þetta. Passa bara að hafa þetta svolítið jafnt. Og augabrúnirnar, þetta bara hvernig ég gerir mínar augabrúnir. Ef þið fílið þetta, endilega pröfið ykkur áfram. Og þetta náttúrulega mjög fyndið að gera svona svakalega varir. Og endilega pröfið ykkur áfram að nota því eins og bara sem ég að gera. Ég get gert það mismunandi mikið. Á augunum alltaf þetta bæta og minnka. Ég setti náttúrulega gerviaugnar og allt. Þetta svolítið þannig look, svona meira dramatískt, svolítið svona party look. Sem svona fara út á lífi og gera eitthvað skemmtilegt. Endilega subscribe á YouTube mitt og þá sjáu þið þegar ég að koma ný vídeo. Og ég líka á Tara Brekkan Makeup Artist á Facebook og þið geta alltaf fylgst með mér þar. Allt sem ég að gera fer þar inn. Og bara takk hella fyrir að horfa á mig og bara sjáumst. Bye! Halló, heiti Tara Brekkan forvöru fæðingur. Ég dansa á nýbúttunum.